1-1 jafntefli niðurstaðan, svona fyrstu umræð. Já, bara gríðarlega svekkjandi að vinna ekki þennan leik. Þetta súrt stig eða virðið í stigið? Já, úr því sem komið að, það er svona svo sem virðið við stigið, en við hefðum viljað fá meira út úr þessu. Við hefðum alveg getað skorað 1-2 mörk eftir á jöfnum, þannig að það er svona. Það var eitthvað þeirra leik sem kom ykkur á óvart eða? Nei, svo sem ekki. Það voru svona cirka eins og við reiknuðum með, en við vorum samt bara ekki alveg klárir. Við reyndum að byrjum ákveðlega, skot í stöngina og höfum góðan séns eftir helgi á fyrirgjöf bara alveg upp á, en svo einhvern veginn þá gengur allt of hægt hjá okkur, bolti gengur hægt á milli og við erum bara ekki alveg að finna svæðin eða hlaup og sendingar ekki að passa saman. Hvað er svona það sem þið getið tekið með ykkur úr þessum leik? Já, bara, þegar þú ert komin inn á fótboltavöllinn þá er það bara, það er bara hvað leggur á þig sem skila þér. Við hafa ekki náð mörgum leikjum, að tengja saman marga leiki með sömu vörnina fyrir framan. Hefur það eitthvað áhrif? Já, örugglega, en við getum ekkert fara að vera með eitthvað svoleiðis afsakanir. Við þurfum bara að taka því sem kemur fyrir og við erum með breidd, við erum með góða leikmenn í öllum stöðum og góða leikmenn á bekknum, þannig að við getum ekkert fara að töðu við því að vanti hinn eða þennan. Það hefur svolítið borið upp á því núna síðkastið að tala um frammistöðu Ingvars Jónssonar í markinu og hún hafi valdið vonbrigðum í sumar. Er það eitthvað sem þeir eru með eitthvað að pæli? Ingvar er flottur, hann gæti ekkert gert þessu marki held ég, allan ekki eins og ég sá það, það var það. Ég fór hann ekki í einhvern veginn, hann gæti ekkert gert þessu marki, hann er að vinna þessu upp og bara ég ánægði með það. Svo er það Evrópa næst og útileikur á móti FH, þannig að það er alveg prógram framöndan. Já. Við erum bestir í stóra leikjum, ekki? Við vinnum þessu 2 leiki. Gangi vel. Takk.